Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Nú uppskeru tími og margir gleðjast þegar nýjar íslenskar kartöflur fást í verslunum landsins á ný eftir sumarið. Kartöflur hafa í gegnum árin verið mikilvægur hluti af matarmenningu Íslendinga, en fyrsta íslenska kartöfluuppskeran leit dagsins ljós á Bessastöðum sumarið 1758. Soðnar, steiktar, stappaðar og bakaðar, hver á sitt uppáhald og neyslan á kartöflum hefur breyst töluvert á síðastliðnum árum. Við litum við á Áshóli í Grýtubakkahreppi og hittum þar formann Landssambands kartöflubænda. Þetta hefur verið aðalstarf alla ævi. Við byrjum að byrja hér kartöflulög 53 og þá allt með handaflinu. En svo færist þetta og þróast í vélvæðinguna eins og í dag og hektarnir fara úr 2 upp í 20. Það 18 cirka núna. Hversu mikill munur ef þú tekur þegar þú varst að byrja í kartöflurækt og svo í dag, hversu mikill munur á þessu starfi? Hann náttúrulega gríðarlegur því að fyrstu árin sem við vorum hérna með kartöflurækt þá vorum við með þetta 10 og upp í 20 konur og hverju hausti við að taka upp. Og svo þróaðist þetta yfir í vélar og þá fór þetta í að vera unglingar sem voru á vélunum. Og vorum með svona alveg upp í 7 unglingar með okkur í þessu á vélunum. En núna erum við bara 3 yfirleitt við þetta og tæknin orðin gríða mikil í kringum þetta allt saman. Það var núna svona, í byrjun mánaðar sem að fór að sjá nýjar íslenskar kartöflur í búðum. Alveg komin uppskeru tími hérna? Já, það sem kom í byrjun mánaðins var undan dúkaræktun af Suðurlandi. Við höfum ekki ræktað neitt undir dúkum hérna, það hefur ekki verið að skila okkur árangri, það skilar árangri á Suðurlandi. En þetta bara sett niður snemma í maí og það munar miklu að fá þá daga á vorinu. Nú hefur þú töluverða reynslu af kartöfluræktinni. Hvernig hefur neysla á kartöflum breyst í gegnum tíðina? Hún hefur nú breyst alltaf mikið. Áður fyrr var þetta allt saman bara soðið og með hverri máltíð. En nú þetta orðið í allskyns formi. Það gratin og franskar og steiktar og nú smælkið vinsælast. Og það steikt og notað með hinum þessum réttum. Og raunverulega getum við aldrei framleitt nóg af því því að það vantar alltaf. Bergvin segir kartöflubændum hafa fækkað hratt en nýliðun í stéttinni lítil. Á síðastliðnum 20 árum hefur kartöflubændum fækkað úr 230 í innan við 30. Þrátt fyrir þessa fækkun jafn mikið framleitt af kartöflum. Ný tækni auðveldar alla vinnu og gerir hverjum bónda kleift að framleiða mun meira en áður. En hvernig vinnudagurinn hjá kartöflubóndanum? Vinnudagurinn á uppskerutímanum, þá bara farið í garðinn á morgni til og við erum allan daginn að taka upp og keyrum heim jafnóðum og göngum frá og hús. En svo náttúrulega þetta svipað kannski, maður byrjar á vorin, þá farið að plæja og hörfa og setja niður. Og það fer allur dagurinn í þá langt fram á kvöld því að maður nýtir alltaf góðu dagana, hvað mest. En yfir sumarið þá þarf maður að vera að vinna við arfan og setja á grösin bætiefni ef vantar í þetta, ef einhver vítamínskortur. Þá það úðað bara yfir sumarið og svo bara stundum grasi sviðið sem kallað ef að sprettan eru mikil. Þá verða kartöflurnar undir betri til geymslu. En það svona frekar sjaldan gert hérna. Það talað geymslu. Það hafa nú væntanlega svolítið breyst líka geymslu aðferðirnar á kartöflunum. Já, vísu geymslu aðferðin ekkert stórbreytt. Húsin eru bara mikið stærri og með góðum kælikerfum. Þannig fyrir að áður var þetta bara jarðhýsi, grafið helst niður einhvers staðar og moldi yfir. Og komin í þetta allskyns mælar til að fylgjast með rakastigi og hitastigi og öllu. En hérna sjáum við töluvert magn af kartöflugrösum. Hversu mikið af kartöflum kemur hérna upp úr görðunum þínum?
Það í mjög lélugum árum 140 tonnin í góðum svona 340. 340 tonn? Já, það svona, það hleypur á þessu bili. Og hvað sumarið í ár? Það verður held ég bara nála 300 tonnum. Þannig að það hefur verið gott? Það horfir í það, en svo ef það kemur núna næturfrost eða snjór og maður veit aldrei fyrir komið á hús. Hefurðu heyrt eitthvað frá bændum annars staðar, hvernig hefur gengið? Það hefur gengið mjög vel, ég var að tala við á Þykkvabænum en það svolítið tjón þar af næturfrosti síðustu nætur og eins hérna í sveitinni aðeins. En það getur numið svona einhversta 10-20% af uppskerutjóni. En svo ef það verður mjög góður september þá jafnast það aftur. Og nú kannski þekkir maður helst gullauga og rauðarkartöflur svona í búðum. Hvað það sem Íslendingar kaupa helst? Eldra fólki kaupir gullauga og rauðar. Unga fólki kaupir yfirleitt það bara sem lítur fallegast út. Það virðist ekki skipta máli tegundir. Bara allar góðar? Já, allar góðar og svo það líka svo lítið samt eftir hvort að fólk allar að breyta þetta eitthvað niður eða í hvað notað. En hvaða tegundir uppáhaldið þitt? Það eru rauðar íslenskar og svo kemur gullauga þá eftir. Þá sonar bara? Já, hins vegar mjög sólgin í allskyns gratín og allt það en svona fer rólega í þessa djúpstektu. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting. Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi.